Hæ, í þessu myndbandi langar mér að sýna ykkur þessa förðun. En ég verð bara að afsaka að myndbandi er út allt. Ég ætlaði að gera einhverja allt aðra förðun sem endaði svo í þessu. En ég verð að segja, mér finnst þetta bara nokkuð töff lúk og ég vona innilega ekki langi að horfa áfram og læra hvernig ég fór að þessu. Þannig þið getið gert eins. Þetta er verst intro ever. Já, en ef ykkur langar að læra, það er endilega að horfa áfram. Takk. Ég ætla að byrja að sá að yfirfara smeki hjá mér og með að nota Healthy Mix serum í lit 51 í sama góða hlustaminn. Sem það ætti að fara að kannast við, 3D Kabuki frá Sigma. Og dúmpum þessu. Ég er alltaf allir. Mjög skemmtilegan Svo er ekki með alveg eins mikið skugga á nefinu núna. Þó svona síðan til staðar samt. Til að skyggja húðina þá ætla ég að nota Pro Conceal í lit Natural og Toast saman. Og við vorum að gengur betur en fyrsta skipti sem ég gerði þetta. Og til að dreifa úr bara því burstin er hreinn þá ætla ég að nota Tapered Kabuki frá Sigma til að byrja með til að þrýsta þessum lit svona á þá staði sem ég var að setja á. Ég ætla að dreifa þessum alveg bara yfir augnlokin og nota bara sem grunn í leiðinni. Og aðeins til að skyggja þá notum við dökka litinn. Það er lit Toast. Sem púður þá ætla ég að nota Vitalumière Compact Douceur frá Chanel í lit BR12. Pakningin mín er brotin. Ég er búin að eiga pakninguna mjög lengi. Búin að fara í gegnum 2 svona púður og ég er hvergi hægt að nota. Á augun þá ætla ég að nota palettu sem heitir Oh So Special frá Sleek. Sem kemur rosalega fallið svona dálítið blöndu eða svona dálítið hlýjum og köldum sansirum og möttum. Og ég ætla að nota hana til að gera eitthvað skemmtilega förðun. Ég ætla að byrja á því að taka flatma bursta. Þetta er bursti frá Makeup Store númer 106. Í ljósasta litinn í palettunni og nota hann inn í bara eiginlega yfir svona nánast allt augnlokið bara til að aðeins að grunna bara rosalega létt. Það fá engin of hörð skil seinna mér. Ég týndi blaðinu sem á að fylgja augnsokunum en ég ætla að byrja á að nota þannig hér. Ég bara því mér veit ekki hvað heitir. Taka hann í einhver svona bara lítinn flatan. En þetta er skólaburstinn, þannig ég því mér veit ekki nafnið á honum. En bara einhver lítill flatur mun virka. Og ég ætla að setja hann svona eiginlega ekki alveg í innra augnloka því ég ætla að setja ljósa litinn aftur þar á eftir. Meira til að halda þessu svona highlightuðu. Það er svo nánast í innri en skilja bara pínu pláss eftir.
sjá ofan á hann langar mig að setja bara litin sem hérna hliðina á honum, sem Sanseraja bleikur. Bara hinum megin, tökum bara svona hinum megin á bustanum. Og það að vera óhringa annan busta fyrir þetta. Og ég ætla að leggja hann ofan á þennan bleika. Setti hinn bleikarinn bara til að vera grunnur undir þennan. Til að fá svona örlíti meiri áberandi. Ég ætla bara að taka annan svona lítinn bust eins og ég var með áðan. Og nú ætla ég að taka þennan svona burgundi út í horninu. Þannig hér. Í litla bustan. Og ég ætla að setja hann hérna í ytri augnkrokinn. Hann virkar rosalega dökkur en hann svona dálítið burgundi tónn í honum. Þannig hann ekki alveg bara þessi basic svarti. Og já, ég eftir að blanda þessu öllu eftir. Nú ætla ég að blanda smá með Tapered Smalling Brush frá Sigma og ég kom með fína rottuskottum mitt. Og með honum ætla ég að taka smá af þessum sem álítið með svona kaldtónabrún mattur inn til hliðar. Bara rétt svo í bustan, rosalega lítið. Og ég ætla að blanda þeim hérna öllum saman í glóbusnina. Og taka örlítið meiri fluffy busta til að halda fram og blanda þessu öll út. Þetta ekki alveg eins og bjóstuð. Taka pínu bleika sem við notum áðan. Gaman þegar lúkin fara svona pínu heljarstökk. Ég ætla að blanda þessum bleiku bara taka pínu á báðu bleiku, Sanseraja. Og blanda þeim hérna alveg í ytri og ég eiginlega undirgilda. Það engar reglur í förðun. Þú svo allir segi, já, þú mátt ekki nota þetta saman, þú mátt ekki nota svona saman. En nú ég bæði að nota heitt og kalt saman. I don't care. Ef það cool, þá það cool. Taka pínu af ljósasta sem við notum áðan og renna honum undir augabrúnina til þess að blanda þess út fjólubláa litni sem við vorum með áðan og mýkja hann örlítið. Taka hann svo aðeins til að blanda saman þessum litum hérna til að þessi ekki of hörð skil. Svo ætla að taka pínu meira af þessum brúna sem við notum áðan til að dekkja örlítið hérna í ytri krókinn. Snúum svo burstanum bara við til að blanda þessu aðeins öllu. Þetta að vera bara alltaf skemmtilegt lúk. Mér langar til að prófa í innri augnkrok að nota Gleam Dream frá Makeup Store, highlighter sem ég keypti í gær. En prófum hann hérna í innri augnkrokinn. Wow. Alveg. Sem eyeliner þá ætla ég að nota Gel Intensia eyeliner í Pure Black frá L'Oreal. Þetta bara gel eyeliner og í Sigma E05 sem bara svona eyelinerbusti og við ætlum að búa til eyeliner. Ég ekki alveg búin að ákveða heldur. Þetta verður mjög að segja hvað þetta eitthvað ekki vel skipulagt. Mér finnst þau svona skemmtilegustu myndböndin þegar maður gerir einhvað.
Og já, ég get ekki talað með henni að gera eyelinerin, þannig við spólum aðeins bara hratt í gegnum þetta núna. Undir augun þá ætla ég að taka dökk burgundi litin sem við notum áðan, alveg inn í ytri part neðrlínunar. Og í bland við hann ætla ég að nota gulllitin sem við notum áðan. Sett hann svona aðeins yfir og renni alla leiðina undir. Það er vel aðeins ljósari hyljara undir augun akkurat núna. Ég vil taka litla tríóið mitt í Correct Conceal palettu í Light frá Sleek. Bara aðeins til að lýsa örlítið meira undir augunum. Mér finnst þau, og því er það ljós að ég megi alveg vera vel ljós líka undir augunum. En ekki herra með eftir mig með þetta. Verið fyrst sleppa að setja okkur púðri fyrst. Ég held að ég hafi aðeins klúðrað þessu með því. Undir augun ætla ég að nota gula púðri sem er hérna í palettunni. Bara aðeins til að festa undir augunum. Og svo fyrir restin andlitinu ætla ég að taka aftur Chanel púðrið. Bara smá og renna yfir allt. Sem maskara þá ætla ég að nota Extended Play Giga Black í svörtu frá MAC. Og ég ætla að nota þetta bæði að ofan og neðan að ég ætla að setja hvort á gervignar. En þessi maskari gerir ekki rosalega mikið fyrir efri augnlokin mín, efri augnlokin augnhárin. En oh my god hvað hann er æði fyrir neðri. Augnhárin sem ég ætla að nota eru frá Tanya Burr og heita Girls Night Out. Sólapúðrið sem ég ætla að nota er Beldi tengt í lit númer 05 frá Lancome. Og ég ætla að nota bara svona dual fiber bursta frá Real Technique. Sem eins og ég segi alltaf áhyggjurt nafn. Það farið af. Ég ætla að nota þetta svona aðeins til að skerpa upp pínu skyggingun okkar. Og svona bæta við svona hér og það sem ég finnst kannski aðeins vanta pínu meiri lit. Kinnaliturinn í dag er Delisio Pink frá Milani. Bara í sama bursta. Mér finnst þessi bursti heila frábær einmitt fyrir kinnalit af því það fer ekki fyrir mikið í burstan og mjög auðvelt að bera úr. Og sem highlighter þá ætla ég að nota sama og ég notaði í innri augnkrokinn og það er Gleam Dream frá Makeup Store. Ég ætla að taka bara pínu, smá ég taka bara í bursta. Ég ætla að taka bara svona tapered bursta frá Sigma, þetta er F35. Oh my god. Þetta er geðveikur. Ég ætla að taka þetta allir svona hefðbundaleið fyrir svona beauty look og þess að þetta brúna varir. Og blanda sem ég ætla að nota er Colourpop Lippy Pencil í Pitch og varlitur frá Cool Cos í lit númer 30. Og svona, nú er ferðinni tilbúin og ég vona innilega að þið hafi fílað hana. Þó svona hafi verið svona að hinga og þanga alls staðar. En alltaf gaman að þetta kemst saman að lokum. Og ekki gleyma að subscribe, kommenta og likea. Og já, þar til næst. Sjáumst.